Já, Lagar, það var enn eitt landsliðssumarið með U20 hópinn. Hvernig líst þér á stelpurnar sem hafa komið saman núna? Bara hrikalega vel, skemmtilegur hópur, frábæri leikmenn og ég rosa spenntur fyrir þessu sumri bara með þeim. Ég hef mikla trú á þessu lið. Mikið að gerast núna, mikið framöndan hjá liðinu. Þeir að fara á Norðurlandamót bara eftir nokkra vikur. Já. Og svo Evrópumótið ykkar núna í júlí, eða ekki? Jú, förum 2003 á Norðurlandamótið. Komum heim 27. Fyrir svo aftur út 4. júlí og komum svo heim 15. júlí. Markmið svona fyrir sumarið, fyrir Norðurlandamótið, svona fyrst kannski? Norðurlandamótið ætlum við að nota bara sem gott æfingamót og bara undirbúa okkur fyrir Evrópumótið. Og bara, þú veist, markmið, ég veit ekki hvert markmið við þurfum náttúrulega bara að fara í alla leiki til þess að vinna og að sjálfsögðu, en ég hef mikla trú á þessum hóp. Mér finnst þetta eru flotta stelpur og ég er mjög spenntur að sjá hvað við getum gert, sko. Sögulega góður árangur yngri landsliða núna á síðasta ári og hefur verið svona stigandi hjá flestum liðum, í flestum aldurshópum hjá Íslandi á síðustu árum. Munum við sjá áframhaldandi bætingar núna í sumar? Já, ég meina okkur ekki. Þetta ég meina yngri flokkarnir eru að koma sterkir inn og þeir verða alltaf betri og betri og ég held að vera bara sögulega betra ár heldur en að vera í fyrra held ég. Mikið af stelpum sem einhverjum eru að koma úr háskólaboltanum að spila með ykkur í sumar. Já. Fleiri á nokkrar á leiðinu út líka. Einmitt. Með rosalega svona einbeittan hóp, eða ekki? Jú, rosa einbeittan, en þú veist, maður finnur líka bara að það er rosa góður kjarni og það eru mikla vinkonur. Það er ótrúlega gaman hjá þeim í einu og öllu alltaf, en það eru rosa fókusur þegar við erum að gera eitthvað inn á æfingum, sko. Þannig að virkilega flottur hópur. Kærar þakkir, Ólafur, og gangi ykkur vel í sumar. Herru, takk.